ferðalagið. Já, komið sæl. Nú kemur hver lagðin að fætur annari til okkar. Við höfum hérna lagð á Grænlandshafi sem og skilin frá henni er að ganga yfir landið á morgun. Síðan tekum við norðanátt í kjölfarið og sunnudaginn, en síðan á mánudaginn þá kemur til okkar samkvæmt óveðurslagð. Það verður vonskuveður sem kemur til með að fylgja henni og skilin frá þessari lagð þau koma til með að fara yfir landið á mánudaginn. En ef við skoðum hitastigið þá erum við í köldum loftmassa og það verður frost hjá okkur eins og hefur verið, ekki nein hlýindi að sjá nema með þessari lagð sem kemur til okkur á mánudaginn. Þegar skilin frá henni fara yfir landið þá fylgir henni þeim svona lítilsháttar hlýindi, þannig að hitatölurnar fara aðeins upp fyrir frostmarkið. Það stendur ekki lengi því að strax og skilin eru komin yfir og suðvestanáttin tekin við að þá kólnar aftur hjá okkur og fer að frysta. En ef við skoðum þróunina núna næsta sólarhringinn, þá skilin hérna frá næstu lagð að svona koma upp á landinu og fer að hvessa með suðurströndinni í nótt og gæti orðið nokkuð hvasst tíma hérna allra syðst í fyrramálið, en skilin sjálf munu síðan svona leysast upp og seinni partinn verður farið að lægja og letta til hérna sunnanlands, en þá fer aftur á móti að bæta í norðanáttina fyrir norðan og henni kemur til með að fylgja svona talsverður éljagangur. Og svona lítið þá kortið út hjá okkur síðdegis á morgun, frost allt land, bilum 2 til 8 stig, éljagangur landið norðanvert og norðanáttin gæti orðið nokkuð stíf, sérstaklega suðvestan til, en sunnan til ætti vera að fara að vindur farin að róast og svona letta eitthvað til. Og síðan áfram á sunnudeginum þá verður norðanátt hjá okkur verður nú nokkuð ákveðin, áfram frost, bjartviðri væntanlega sunnanvert landið og einhver svona lítilsháttar éljagangur norðanlands. En á mánudaginn þá kemur þessi óveðurslagð til okkar, hún sjálf lagðin kemur sér fyrir inn á Grænlandshafi, en skilin munu ganga yfir landið á mánudeginum og eins og spár í dag að þá fylgir þessum skilum vonskuveður. Það verður stormur, rok eða jafnvel ofsaveður þegar að skilin taka land hérna á suðvesturhorninu sem verður þá væntanlega á aðfaranótt mánudags og síðan ganga skilin nokkuð hratt yfir. En það reyndar talsvert óvissa í spánum ennþá, en þetta ætti nú að fara að skýrast enn frekar á morgun. Nú síðan á þriðjudeginum þá tekum við svona nokkuð stíð vestan hjá okkur, hvar að kólna aftur, frost allt land og éljagangur víða. Ef við skoðum aðeins hvað í kortunum hérna í kringum okkur, þá nú svona hálfleiðilt veður hérna á Norðurlöndunum, frekar svalt í veðri og svona blæs nokkuð víða hérna norðan til, fer síðan að létta til þegar við komum að Miðjarðarhafinu, verður nokkuð bjart veður á Balkanskaganum, einnig á sunnanverðu Ítalíu, en einhverjar skúruleiðingar norðan til. Og síðan verður nú fínasta veður bæði í Portúgal og Spáni á morgun og í Frakklandi verður svona þungbúið fyrirhluta dagsins, síðan á nú að létta til þegar líður á daginn. Og ef við förum aðeins til Kanaríeyja þá nú ekki slæm spáin þar á morgun, gæti orðið heiðskýrt eða léttskýjað, frekar hægur vindur og hitatölurnar í kringum 20 gráðurnar. En hjá okkur á morgun verður sem sagt, það eru skil sem að ganga hérna inn á sunnanvert landið í fyrramálið, síðan leysast þau upp þegar það kemur fram á daginn og þá léttir til, en aftur á móti fyrir norðan að þá bætir í norðanáttina þegar það líður á daginn og einnig í élgangin og það verður kalt í veðri hjá okkur. Við látum þetta duga veðri, verið sæl.